verið hjartalega velkomin í nýjan þátt af Lykkjufallinu. Hún Tinna verður ekki með mér hérna í dag, en við fengum til okkar Áslaugu og Þorbjörgu sem eru með Garnival og við ætlum að fara aðeins yfir með þeim hvað er Garnival. Stelpur, hjartanlega velkomnar og takk fyrir að gefa ykkur tíma til að koma og spjalla við okkur. Takk. Og takk fyrir að bjóða okkur. Já, bara ég er ótrúlega spennt að heyra vegna þess að ég hef aldrei komið á Garnival. Virgin. Já, algjörlega, sko, ég er tilbúið með fullt af spurningum. Okay. Og en áður við kannski förum aðeins í það, þá langar mér bara svolítið að vita hverjir eru þið? Við byrjum kannski á þér, Áslaug. Hvernig... Já, ég heiti Áslaug og er svona útkverfa mamma í kringum fertugt og ég prjónaði mikið sem krakki og svo minnkaði svona þegar ég var í námi. Og ég var alltaf á því að maður ætti að prjóna bara úr íslenskum lopa og að vegabréfið mitt er örugglega bara gert upptakt ef ég fær að prjóna með einhverju öðru. En svo ég eignaðist þriðja og síðasta barnið mitt og þá fór ég að prjóna úr öðru og þá opnaðist almennilega á trefjablætið og ég fór að prjóna úr alls konar og hef vel ekki stoppað síðan og nú prjóna ég langmest að sjálfa mig. Ok, ég held að margir tengi við þetta með lopan. Já. Ég er þar ennþá, sko. Ég er ekki búin að þróast út í eitthvað annað. Það er bara welcome to the dark side, sko. Já, veit. Ég er aldrei að kynnast því. Já. En þú, Þorbjörg? Já, ég heiti Þorbjörg og svipa bara á Áslaug. Búin að prjóna síðan að ég var krakki og ég held ég að vera svona 4 ára eða eitthvað þegar amma kendi mér að prjóna. Og prjónaði fyrstu peysunni þegar ég var 11 ára. Og hef alltaf prjónað og svo náttúrulega datta niður á einhverju tímabili en tók það aftur upp svona seinna í lífinu og bara hef prjónað stanslaust og ég á 3 stráka en ég prjónaði mikið á þá þegar þeir voru litlir, nú þeir orðnir stórir og kannski fá ekki mikið mömmu prjón. Nei. En hann ég prjónaði aðalega bara sjálf á mig. Svo er ég litagall líka en undir merkjum Tudeyafíl. Það er svona annað blæti að vera handlitagall. Svona viðbótar einhverju trefjafíkn og já. Er það ekki, mér finnst það mitt vera svolítið tvennt ólík svona áhugamál bæði að velja sér og kaupa garn og svo prjóna úr því, en er þá ekki líka kannski þriðja að lita það? Jú, það er svona, það er bara eitthvað allt annað. Það er allt annað, þetta er eiginlega bara svona viðbótar áhugamál. Já. En ég hef datt inn í þetta handlitagarn út frá bara sjalaprjóni eiginlega. Já. Og datt inn í það eitthvað tímann fyrir, hvað ætlaði sér komin? Svona 10 ár síðan eða eitthvað, 8 ár síðan kannski. Okay. Og svo því fattaði að maður geti litagat sjálfur, þá var það bara alveg nývít. Og það er bara, já, allt annað áhugamál líka. Bara endalausi valmöguleikar. Endalausi valmöguleikar, ótrúlega skemmtlegt. Gaman að leika sér með liti og svona. Og er ekki líka öðruvísi, ég get ímyndað mér að sem mismöndi áferð, eða hvaða það skiptir máli lopi versus eins og eitthvað silkigarn eða öðruvísa, hvernig litin kom í það? Jú, bara mjög ólíkt eftir hvaða svona trefjar eða fæburs út með. Já. Og bara mér sést hvernig það tekur upp, sko. Já, og þú ert að selja? Já. Undir, og það nafnið? Tudeyafíl. Þar eru við 2 saman, ég og Margrét María og sem er með okkur í Garnivalhópnum. Ok. Og já. Ég kannski fæði að kynna Garnivalhópin líka. Við erum svona 6 stelpur eða konur sem að Þorbjörgurinni leiddi saman. Þorbjörg þekkt okkur úr svona nokkrum mismunandi áttum. Hún er að lita með Margréti Maríu og svo þekkir hún Eddu og Brynjur að vinna með, svo Arndís og svo ég. Og hún einhvern veginn ákvaða eða svona henni fannst að vera alveg rosalega góð hugmynd að við myndum allar þekkjast. Já. Og stofnaði bara svona prjónaklúbb út frá því. Okay. Og hann hefur bara, lifað mjög góðu lífi síðan. Já, bara sem allir aðrir fá að njóta góðs af úr því nú er bara komið Garnival. Já, og við stofnuðum Garnival hátíðina á fyrsta hittingnum. Fyrsta skipti sem við hittumst, þá var þetta að kvikna þessi hugmynd. En pælið hvað það er einhvern veginn magnað þegar bara handavinnukonur koma saman að það verði bara eitthvað til. Já, og þetta er alveg hópur sem við erum svona ólíkar en passum rosa vel saman. Já. Og við settust niður og rauninni fórum að ræða bara mitt hvort að við hefðum farið okkur að sameiginlegar hátíðir, Blöndós, Garngangan, eitthvað svona sem maður þekkir
og fórum þá að tala hvað það væri gaman að það væri til hátíð þar sem að maður þyrfti ekki sjálfur að vera að fara á eins og gangan þú veist, það er náttúrulega mjög gaman að heimsækja allar svo búðir en okkur langaði að snúa dæminu við og þannig að þú getur í rauninni bara setið og prjónað eitthvað staðar og verið bara að horfa á, þú veist, garnbúðirnar í kringu, það verið bara garnbúðirnar að vendurotnir að seljendunum munum bara koma til okkar, skilur við, og svo getur maður bara röldum og kannski sest niður og fengið sér eitt kaffi og svo sér maður eitthvað djúsi þarna einhverjum bás og fer og skoðar og eitthvað þannig. Og okkur fannst að þessi hátíð þyrfti að vera til, svo við byggum hana til. Þannig að það var svona hugmyndin á bak við þetta. Það var einlega mjög fyndið sko, því að mér fannst bara þær væru svona góður hópur og á hvað maður hittast þarna 6 saman og þær hafðu aldrei hitt hver aðra og við erum í mathöllinni í Grósku og frendi minn sem að býr í útlöndum sem hann labbaði inn, þannig ég eitthvað svona stekk eitthvað að segja hæ við hann, leita af þeim bara eitthvað svona í örfáa mínútur og kem tilbaka og þá þær bara við ættum að halda gatnhátíð, ég bara þú veist þið voruð að hittast og þá þegar Þorbjörg snýr sig við og settist aftur við borðið þá vorum við búin að senda post og aðtöða hvort að ákveðin staðsetning yrði laus þennan dag, þú veist, við vorum í alvörunni? Það var bara að tekið alla leið. Vá, það er geðveikt. Vá, ég elska svona og bara láta hugmyndina verða veruleika því það eru svo margir sem haft hvað það væri gaman. Þarna bara letuðu þið verða af því. Það var bara allt komið í gang og ógeðslega fyndið að því að ég vissi alveg að þær myndu svona, þú veist, þær myndu alveg ná saman og svona, en ég var alveg ekki með þetta að þær myndu bara hlaupa stað, sko. Vá, því líkur drauma að prjóna hópur, sko. Þetta er rosa gaman og við erum þá 6 stelpur sem unni þekkjumst þá bara gegnum þetta og þekkjumst orðið ágætlega vel bara svona almennt í lífinu, sko. En þetta er búið að fylgja okkur að við höldum alltaf þessa hátíð og það er bara, þú veist, af því okkur langar þessi hátíð sér til, þú veist. Það eru reyndar 3 af úr hópnum sem eru svo að koma með og að selja sína vörur. Það eru 2 saman með Today I Feel úr hópnum og svo er hún Edda Lilja sem var með Garnbú Eddu og er á netinu líka. Hún kemur líka sem söluaðili en annars erum við bara að gera þetta. Þú veist, við tökum ekkert fyrir þetta, þú veist, við erum ekkert að koma út í neinum hagnaði, við komum reyndar ekkert út í mínuseldur, passum okkur svo sem upp á það, en þetta er bara að fjölga okkur til þess. Já, við erum að reka þetta allt bara á, þú veist, í rauninu kostnaðinum sem er í kringum þetta. Og erum bara allar í öðrum vinnum og með fullt af öðrum verkefnum og nóg að gera. Þannig að þetta er bara svona, gerum þetta okkur til skemmtunar. Já, þið hafið sér þetta gaman að þetta er rosalega mikil vinna að skipuleggja svona viðburð. Er ykkur með reynslu í því í hópnum eða fóruð þið bara af stað? Nei, við bara gerðum þetta. Þetta vantaði og við bara gerðum þetta. Hvað er ánað með þetta? Þessi umræði þegar hann fór einhvern veginn í gang og það var þetta líka svolítið svona, akkur er enginn að gera þetta? Akkur gerir við þetta ekki bara? Bara drífum bara í þessu og bara látum þetta bara gerast. Svo hefur þetta allt svolítið gengið út á það hjá okkur að láta þetta, þú veist, gerast þannig að við getum gert þetta. Það er búin að vera rosa mikil pressa á að við stækkum hátíðina, við aukum dagafjöldan og eitthvað svona. En við erum að keyra þetta allt á því að, þú veist, að allt sem að eykur umfangið, allt sem að, þú veist, bætir við flækjustíð, að þá, þú veist, þá hættu við að, þú veist, við förum ekki þangað. Þú veist, við reynum alltaf að halda þessu þannig að við getum gert þetta eins og við gerum þetta til þess að þetta verða veruleika. Leið þetta fyrir að verða, þú veist, þannig að við getum ekki sinnt vinnunum okkar eða öðrum skuldbindingum með eitthvað svo leiðis að þá er þetta orðið vaxið úr höndunum á okkur. Já, og tilgangurinn svolítið farin. En maður þarf að geta búið upp á þetta frí. Við ætlum að njóta þess að vera þarna líka, sko. Það er alveg, já, eins og okkur fannst til dæmis mikið atrið að það væri veitingar, þú veist, þetta á að vera svona, koma með prjónahópin, setjast niður með kaffibolla, fá köku, eitthvað svo leiðis. Við ætlum samt ekki að baka. Nei, þannig að við fundum bara einhverja sem væri til að taka það að sér og selja bakkelsi í einhverju og þá bara einhver góðgerastarfsemi eða einhverju svona aðeins verið breytilegt á milli ára hverja þeir eru sem hafa séð það kaffisöluna og þá eru við bara ekkert að skipta okkur af því. Það er bara þeirra, þeir sjá bara það og við erum bara svona að orkestreita þetta, sko. Við erum svona sirkustjórar, segjum við. En við vorum líka með fyrstu hátíðinni, þá vorum við bara með lítinn sal, félagsheimili Hauka, á Svöllum. Og þá vorum við með básana bara meðfram veggjunum og vorum með borði í miðjunni sem fólk gæti setið á og drukki kaffi og borða kökur og prjóna og svona. Og fyrirgefðu þegar þú segir lítinn sal, þá er þetta samt alveg að halda ágætlega stórt brúðkauparninni, sko. En já. Já, en við áttum náttúrulega líka að vona að það myndi kannski koma svona 300-400 manns. Max. Og vorum alveg svona
fannst við alveg vera svolítið stórtækar í þessu Já. og peppaður yfir því. Svo töldum við inn og eftir fyrstu held í 40 mínútur voru konar upp í eitthvað svona 1500 manns, þá hættum við að telja og vorum bara, herri það eru mjög margir hérna. Já. Það eru mjög margir búin að koma. En svona 11 þegar allir voru að, þú veist, allir seljendurnir voru að raða upp á svona sína og eitthvað, þá hugsuðum við, við tölum við bara, já, hvað þurfum við að kaupa mikið garn sjálfa svo þetta verði bara ekki vandræðalegt, sko, því við hugsuðum, kannski bara engum öðru sem finnst þetta góð hugmynd, en það var aldrei ekki því það var alveg pakkfullt, sko, það var eiginlega helsta endurgjöfin sem við fengjum eftir fyrsta skiptið að það var rosalega þröngt. Já. Það bara fólk gat ekki skoðað og svona. Það var bara miklu meiri undirtektir heldur en við bara þorðum að vona, sko. En við erum líka að renna alveg blind í sjóin af því við rukkum ekki inn. Þá gáttum við heldur ekki, við vissum ekki hvað við værum búin að selja neina meða því við seldum enga meða, þú veist, fólk kom bara eða kom ekki, þannig að við vorum bara, þetta var bara algjört, já, við vorum alveg að renna blind í sjóin með það. Vá, en geggja að fá svona undirtektir. Já. Og með allt einhvern veginn, mér samt svo að ég held að stoppi svo marga að veit ekki vera hrættur við hvað gerist og hver ánægðin þið fóru bara af stað. En ef við byrjum kannski fyrir þá sem vita ekkert hvað Garnival hvað, kannski, þetta já, þau kannski útskýrið, eins og hef ég aldrei, ég bara heyrði ég sá þetta á Instagram held ég fyrir 2 árum og ég hef aldrei komist. En ég ætla núna að mæta, þetta núna 1. mars, en fyrir eitthvað sem hefur aldrei komið og veit aldrei kannski heyrt Garnival, ef við kannski förum bara í nákvæmlega hvað það? Já, þetta við köllum þetta Garnival af því þetta svolítið hátíð. Þetta rauninni bara sett upp þannig, við leigjum rosa stóran sal og svo bjóðum við höfum verið bara með umsóknarferli núna og það eru þá seljendur sem að geta komið og selt vörurnar sínar á þessum í þessum sal á þessum tíma. Já. Þannig að þetta bara, þetta svona svo messa eða já, hvað maður að segja? Garðmarkaður Já, algjörlega. Og þetta bara milli 12 og 5 á sunnudegi og við ákváðum að hafa þetta fyrsta sunnudaginn í mars. Já. Og svo erum við með kaffihús líka, þú veist þannig að fólk getur, það er líka svona prjónakaffi en að þú getur komið og sest niður og prjónað eða heklað eða gert það sem þú vilt og fengið kaffibólla og svona og rölt inn og út úr salnum. Og markmiðið fyrst var að vera með þetta sem eitt unit, að vera með þetta allt í einu sal. Já. Árið eftir að þá færðum við garðkaffið út úr húsinu og vorum með það nýra á Ægibrughúsi. Já, Ægibrughúsi. Það var langt í burtu, sko. Já, og svo árið eftir það, 3. árið í fyrra, að þetta er að því nú erum við haldið í 4. skipti, þetta var fyrst haldið 2023. Já. Þá leigðum við stærri sal, þá erum við með þetta bara í körfuboltasalnum hjá Haukum, þarna ásvöllum í Hafnarfirði, og erum þá núna með kaffið í upprunalega salnum, samkomusalnum. Þannig að nú er það bara kaffihús og hátíðin inn í stærri sal og það er hægt að ganga bara innan hús á milli. Já. Þá er þetta núna, við höfum vona á 45 seljendur, 46 seljendur já. Sem eru að koma og þá eru og það sem er svo frábært við að koma á svona Garnival eða svona prjónamarkað er að þú getur farið að skoða garnið hjá öllum þessum vefbúðum sem að eru þú skoðar eitthvað online og þú sér eitthvað á hljóma spennandi, lúka vel en þeir langar að koma við það og þeir langar að sjá hvernig litinir eru og þeir langar að grúska og skoða og fikta og þú veist að þá er þetta staðurinn þar sem þú getur gert það þannig að þetta verður svona pop-up markaður fyrir þessan og það er einlega hefur alltaf komið okkur á óvart mér finnst alltaf bara meira, fleiri og fleiri svona litla búðir vera að dúkka upp sko. Og við tugsum bara þú veist, nei nú getur þetta ekki stekka meira og svo stekkar þetta samt alltaf og eins og í fyrra þá, þú veist, nú erum við komin í stóra salin og erum búin að fylla þetta getur ekki orðið stærra og svo auglistum við ár eftir áhugasömu seljendum og sprengdum þú veist, það sem við vorum með í fyrra þannig að við hafnaðum mjög mörgum umsóknum því við vorum ekki með pláss og við vorum samt búin að bæta við plássina því að þegar við gerðum þetta í fyrra í fyrsta skipti í þessum stóra sal að þá voru markmið svolítið að þú veist hafa ekki þennan tróðning sem hafi verið í minnisalnum og þá vorum við svolítið að passa upp á að hafa breiða ganga en samt þú veist þannig að færi vel alla og svona og við sáum við gátum aðeins nýtt salin betur þannig að núna getum við verið með 46 aðala og ég man ekki hvað við vorum með marga í fyrra það var samt eitthvað það verið nær 30 sko. Já, ég held að það verið 30 kannski 32 eða eitthvað og þú veist þannig að við erum að fjölga aðalum en samt halda
þú veist, halda flæðinu góðu þannig að það sé alveg svona fólk geti gengið og svona fólki líði ekki illa því það var svolítið svona feedbacki sem að þú veist, sumum bara, það þyrmdi við suma þegar voru að koma hana í litla salin þegar fólk horfði inn og það bara mann við mann hana maður við mann að hérna sumum sem bara fóru og koma aftur setna daginn og svona þannig núna erum við að hámarka nýtinguna salnum en passa samt upp á að það sé gott flæði og fari vel fólk. Já, fólk á alveg geta komið þarna með barnavagn og svo leys á þess að það sé alveg kraðak sko. Já. Vonum við. Já, en auðvitað vonum við líka að koma fullt af fólki svo sem. Nákvæmlega. En eins og hjólastóla aðgengi eða? Já, þetta allt bara á jarðhæð. Allt á jarðhæð. Þannig að þú rúlar bara beint inn af bílastæðinu inn í gegnum bygginguna og inn í þennan teppalaða sal. Þannig að þetta vera en þetta maður sér líka bara prjóna fólk, það ekkert að grínast þegar það svona, það hafa allir bara sjúklega náhuga. Þetta bara eigið, nei, við erum með dýravörð. Í alvöru? Já, sko á fyrstu hátíðinni þá náttúrulega að því að við vissum ekkert hvort einhver kæmi yfir höfuð, eða hvort þið eru bara við 6 og kannski ykkur nokkru vinkonur. Allir söluaðalotnir að það náttúrulega bara var fólk mætt fyrir auðlestan tíma og við þurftum að henda fólki út aftur og biðum að bíða þangað til að opna því fólk var ennþá undirbúið og setja upp á svona og svona. Og bara klára að fara á klósitið og svona bara áður að hurðina myndi opna sko, en við þurftum alveg að stoppa fólk. Þannig að það var alveg röð. Þannig að árið eftir að þá fengum við vinkonu okkar til þess að vera dýravörður. Og hún grínast heldur ekkert með þetta. Tekur það hlutur mjög alvarlega og svo bara þegar hurðin opnuð þá bara straumurinn inn og bara Og hvernig, nú var það ekki 12 til 5? Jú. Opnatíminn? Jú. Hvernig hefur streymið verið, það mest til að byrja með eða finnst ykkur að vera jafnt yfir daginn? Já, mest til að byrja með. Já, það alveg mest vist. Svo svona jafnaði sig aðeins yfir daginn. En það var samt nálega bara, mér finnst þeirra bara mikil umferðsamt eiginlega allan tíman, sko. Já, það alveg rennir í allan daginn, sko. Þú kemur aldrei, það verður aldrei verið eitthvað tómt. En ef að fólk vill forðast mannfjöldan, þá best að vera ekki alveg fyrst, sko. Já. Þetta svona kannski með eða setjafartin. Já, og það alveg, mér finnst þess að fólk, þú veist, það einhvern veginn þessi hugsun að fólk sé að missa af. Þú veist, það bara ég verið að fljóta bara inn á bás og bara ná þessum dokkum, sko, en það skemmtilega við það við erum allar svo rosalega ólíkar og ólík fyrir ekki að það sem ég finnst æðislegt, það ekkert endilega það sem aðrir eru að eldast við. Nákvæmlega. Og svo eru seljendurnir líka bara alveg að fylla á yfir daginn. Já. Þannig að það ekkert eitthvað allt í hillunum klukkan 1:12 og svo ertu bara búin að missa af klukkan 3. Það alls ekki þannig, sko. Nei. Þannig að að gera bara, já, og líka fínt að bara byrja á að fá sér kaffi og fara á svo inn þegar að... Já, það líka hægt. En kannski margir spenntir að kaupa sér eitthvað og fara svo að setjast inn á kaffihúsi og prjóna í dokkunum. Algjörlega. Sjá hvað hinn eru búin að kaupa. Já, fara að kaupa. Hvað fyrst þú þennan? Býtu, hvar var þetta til sölu? Býtu, Já, þannig að maður getur farið inn, kipt aðeins, sest svo á kaffihúsið og svo getur maður farið aftur. Sem maður er búin að sjá. Yes. Ég alveg smá stressuð, hvort maður sé að fara að eyða öllu hérna. Nei, svo líka bara að fara að njóta, þú veist, bara af því þetta bara svona, þetta svolítið hátíð fyrir augað, þú veist, að horfa fallega liti og fallega garn, ég menna það bara, ég veit ekki, kannski ég bara með svona mikið mitt garnblæti, en mér finnst þetta bara, þú veist, gaman að sjá hvað að gera, þess að segja, það ótrúlegt hvað það mikið af konum sennilega aðalega, þetta ekki bara konur sem að selja hjá okkur núna. Ég held að sé nú, það nú eitthvað mix. Já, allavega mikið konur. En þú veist, það svo mikið og það svo gaman að sjá þetta allt. Já. Þú veist, á þess að, þú veist, það svolítið erfitt að fara einhvern veginn að draga fram einhverja ákveðna, en eitt sem ég ætla að leyfa mér að nefna eru þessi sem eru með endurunna garnið. Já. Man ég alltaf ekki hvað þeir heita. En þið búin að posta þeim á Instagram? Þetta allt á Instagram held ég. Já, en allavega, þú veist, það alveg, þetta ekki bara, þú veist, garn til að kaupa. Þú veist, það selja garn, skilur, en þetta er svo margt nýtt og öðruvísi sem þú hefur ekkert séð og ekkert til sölu í garnbúðum eða búðum, skilur. Þannig að þetta er svo gaman að sjá upplifa alls konar. Fólk að gera alls konar töskur úr endurnýttu efni og eitthvað, þú er komin svo langt frá þessu fjöldaframleita, sko. Já, það finnst mér ósað skemmtilegt. Og þetta aðalega garnseljendur? Er fólk líka að selja ykkur fylgihluti eða eitthvað
Jep. annað handavinnu tengt. Bæði semst garn og fylgihlutir og við erum að passa svolítið upp á það að það sé að allt sem að, þú veist, allar vörur og svona sem er verið að selja séu bara, þú veist, raunverulega garnhlutir, eða þú veist, hlutir sem tengjast garni, Já, ekki að sé til dæmis verið að selja skartgripi eða, þú veist, eitthvað annað heldur Nema reyndar tengdaskarskripi já, sem er vissulega reyndar, til. það er, já, rétt, Já. rétt. En já, við höfum dregið línuna við til dæmis að þú ert að selja tilbúnarvörur úr garni já, eða ef það er eitthvað annað handverk, þetta er ekki handverkshátíð sko. nei, þetta er garð. Við erum Já. reynum að kjúra þetta svolítið svona út frá ákveðum svona bara hvernig við sjáum hátíðina fyrir okkur. Já. Sérstaklega eins og í ár það sem við fengum svo mikið af umsóknum og þurftum að hafna umsækjendum Mhm. bara því það, þú veist, það er bara ákveð pláss í salnum Já, að þá líka, þú veist, þó að allar garnkonur allt garnfólk drekki sannlega kaffi, þú veist, þá erum við ekki með bás með kaffibóllum fyrir prjónara eða eitthvað svo leiðis. já, Það þyrfti það að vera eitthvað mjög svona mjög sérstakt þannig að það væri virkilega garntengt. já, emmitt. Þannig að þetta er einmitt, bæði fyrir prjónara og heklara sko. Já. Já. Já, þetta er svona handa, já, Mhm. emmitt, úr garni. Já. En vá hvað það er sem gaman að heyra að þessi svona mikill bæði ásókn á fólk að mæta og líka á seljendur. Mhm. Að fólk er alveg tilbúið, maður sér að það er að koma frá norðan og Já. einmitt fyrir bara nokkra klukkutíma, þannig að það er Já. alveg mikill stemmari fyrir þessu. Já. Ótrúlega gaman að það er sjá. eins og þú veist, fólk er að koma þetta, þú segir á norðan, þú veist, það er að leigja bara sendifærðabíl og tróðfyllan af garni til að selja okkur villisingunum hérna fyrir sunnan, sko. Einmitt, ég Já, sá, og fólk líka kemur allstaðar af landinu til þess að koma á hátíðina. Já. Fólk er að fljúa til Reykjavíkur til þess að koma sérstaklega til þess að koma á hátíðina bara sem gestir, sko. já, vá. Ég einmitt, þetta hefur einmitt, því ég byrjaði bara á Instagram með prónagrammin mitt 2023. Það hefur það verið fyrsta árið. Já. Og ég sá einmitt til í fyrra, hann að Dr. Diverks, þegar hún var einmitt að koma á bílnum. Já. Það var þetta ótrúlega gaman að fylgjast með. Einmitt. Að og svo Já. leiðilt að missa af þessu. Mhm. En ég hlakka sjúklega til að koma núna. Og einmitt, það er svo gaman einhvern veginn að sjá, ég man líka bara í story einhvern veginn, hann var allir að deila og ég einhvern veginn, nú er ég með minn Instagram svona faceless, það veit ekkert margir hvernig ég lít út, þó þau séu kannski fylgja mér. Mhm. Þannig ég hlakka svo til að fara að hitta alla þessa og geta þá kynnt mig, af því ég er búin að spjalla við fullt af þeim. Já. Þannig að það var svo gaman einmitt. Og þá Þú eru sér bara að maður líka- merkja þig, sko. Já. Af því við vorum fyrst að svolítið fyndi að því við hefum heldur ekkert mikið verið að trana okkur fram, þetta er ekkert eitthvað PR stönd fyrir okkur, sko. Nei. Að það er ekkert allir sem vita hverju við erum heldur, svo löpum við og erum að halda þetta, skilur, og fólk er einhvern veginn ekki að fatta Nei, að en er þið ekki með svona, við höfum ekki verið hingað til, við verðum mörgulega mertar í ár já, sem það að er skemmtilegt. gera eitthvað, ég ætla ekki að lofa nákvæmlega hvernig það verður en við verðum mörgulega eitthvað mertar. Við erum náttúrulega lærum alltaf eitthvað á hverju ári, sko. Einmitt. En svo höfum við líka verið að passa upp á til dæmis bara svo að hátíðin gangi vel og svona það sé ekki fólk hlaði til dæmis ekki á háa veggi á básunum sínum og skikki ekki á fólk, þú veist, eða loki eitthvað aðra af og svona, þú veist, með básunum sínum. Já. Svo erum við að labba á milli og skipta okkur á hvað fólk er að gera þegar það er að setja upp básana. Ómertar. Já, þau vita Ómertar og engin veit hverja við erum. Já. Þannig að já, ég held að ég fekk þetta hlutverki fyrir að vera básarlögga, að það er svo leiðilegt að þú veist, fólk er náttúrulega að labba í salnum, þú veist, gestir og svo leiðilegt ef að hillunar eru of háar og skikja á básana hjá hver öðrum, þannig að Já. þá þarf að vera svona gæta jafnræðis, Einmitt. þannig að já, allir ég geri sjálfur mér ekki þann greið að merkja mig sem ég hafi eitthvað vægi þannig. Já, Einhver það hlusta á er mig. örugglega- og líka bara fyrir fólk kannski sem að myndi langa að koma og hrósa ykkur eða segja eitthvað, þá er gaman að vera mert Já, að fólk geti komið og sagt ykkur, af því ég held að ég allavega hef mest séð bara jákvætt þessa hátíð á samfélagsmiðlum, mhm. þannig að ég hlakka til að koma og pröfa, en þetta er sem sagt, það kostar ekkert inn, er það? Nei, Þetta það er aukið vesen og Já. ef við þurfum að fara í meira vesen að þá Nennum við ekki. nennum við því ekki Nei, og þá gerum við þetta ekki. Nei, nákvæmlega. En þú veist, leiðu við förum að selja til dæmis inn sem Já. að, þú veist, það margir stungi upp á því að við myndum gera það Mhm. og við getum sjálfsagt gert það. En þá þurfum við að vera með eitthvað miðasölu fyrirtæki og þurfum að vera með eitthvað sem er að skanna miða og við þurfum að eitthvað neginn. Eða arbönd eða einhverju Já. auðkenningu og svo fer það kaffi og svo ætlar aftur inn og það kemur rosa mikið flækjustíð með því sem að við eiginlega bara okkur langar rosa til að sleppa við, sko. Já,
og svo myndi fólk þá eins og við höfum nú stundum grínast með að því ef fólk óánægt núna þá getur það bara fengið endurgreitt þessar 0 krónur sem það borgaði skilur en það er líka eitthvað með það, þú veist, ef fólk fyrir að borga þá einhvern veginn eins og það eigi meira kröfu á einhverju, ég veit það ekki eða svona já, mér finnst þetta allavega þú veist, þetta er bara frýtt inn, þetta er svona og það er bara ekkert flóknar það og náttúrulega líka að því að við erum ekki í þessu í neittni gróða starfsemi en eitt svoleiðis að þá það gengur upp hjá okkur að þú veist, leigja salinn láta söluaðalana borga fyrir leigu á básunum og það kofir á salinn þannig að við erum bara, rekum þetta bara svolítið á því að þetta gangi allt saman bara upp á cirka 0. Já, 5 einu reiknistæminu, þá þurfum ekki að fara að auglýsa til þess að ná að selja nógu marga miða og eitthvað, þú veist, það er bara svolítið meiri umsýsla. Eins líka að fólk hefur verið að biðja að þetta veri lengra, þetta séu 2 dagar eða þú veist, byrji fyrir eða eitthvað svo leis, þá er maður komið með alls konar meira vesen bara eins og öryggisgæslu í salnum, þú veist, ef þú skilur eftir, þú veist, bás fullan af vörum, þú veist, hvernig lítur það út, þú veist, það bara flækir hlutina strax svo mikið, sko. Nákvæmlega. Og eins, við vorum líka, fannst líka svolítið atriði fyrir seljendurna, sérstaklega eins og þessu sem er komið á landi, að geta komið að mótni, stilt upp, selt yfir daginn, pakka niður og farið heim og þurft ekki að borga gistingu í bænum. Já. Þú getur alveg, ok, ég segi kannski ekki þessum sem er að koma lengst að, en ef þú ert að koma frá Selfossi eða ekstra Vesturlandinu, þá getur þú gert þetta alltaf einum degi. Já. Og það brjótum við leið og við gerum þetta 2 daga hátíð. Þannig að þá í rauninni erum við að leggja svona meiri kröfur á þá sem er að koma að selja. Einmitt. Þannig að þetta er allt svolítið miðað við það að gera þetta eins þægilegt og einfalt fyrir sem flesta. Já, ég heyri það. Þetta er alveg útpælt, ég heyri það sko. Það er nefnilega, að því maður hefur séð þessu umræðu, einmitt, akkur er þetta ekki 2 dagar, þetta er alltaf stuttur tími, en einmitt, þegar þetta kostar ekki neitt og þetta er sett upp einmitt með það í huga að það sé þælast fyrir alla, þá er það alltaf bara frábært og þá skilur maður auðvitað af hverju þetta er svona. Mér finnst það bara geðveikt að það sé hægt að bjóða upp á svona á Íslandi, að því maður hefur séð fólk er að fara erlendis á svona garnhátíðir sem kostar alveg helling. Já, og byrðist að engin atrið, það er bara hægt að kaupa garn í rauninni. Já. Við hefum mitt verið að fara á í rannsóknarleiðangur vettvangsferðir á aðrar hátíðir til þess að kynna okkur hvernig þetta er gert. Já. Og höfum alveg pikkað upp alls konar svona sem er að koma vel út sem við erum að, þú veist, þá erum við að fara á hátíðir sem þú borgaði inn á og við erum pínu svona, já ok, þetta funkar ósra vel eða eitthvað svona sem við höfum pikkað upp á þessum erlendu hátíðum. Þannig að mér finnst þetta að vera alveg hátíð á alþjóðlega kaliber, sko. Þetta er engin... Þið allavega eru greinilega, ég heyri það, þið eru búin að taka feedbackinu og bæta því við hjá ykkur og einmitt til að gera þetta sem best, sem að er kannski ekki alveg, manni finnst þess að sé ekki alveg alltaf alls þar, en mér finnst það bara frábært. En Garnival, er þetta, hvernig myndið til dæmis fyrir einmitt eitthvað svona sem er bara lopa manneskja sem kann ekki neitt og veit ekki neitt hvað annað garni er. Fær maður svona, það sem ég upplifa oft þegar ég labba inn í garnverslun er bara svona yfirþyrmandi, bara næstu í kvíði yfir hvar á ég að byrja, hvað á ég veit ekki hvað neitt er. Þannig hvernig, þær eru allir sölu aðilarnir eru náttúrulega staðnum til að segja fólki en haldið þetta sé svona fyrir fólk sem er að byrja að prjóna. Hvernig haldið þetta sé að koma að inn fyrir algjöran byrjanda? Þetta er rosalega mikið. Já, þetta getur verið svolítið yfirþyrmandi fyrir þá sem er alveg, sko. Já, mikið af öllu, sko. Já. En samt kannski tækifæri líka til þess að sjá alls konar, þú veist, nýtt. Koma við og... Já, af því að þú veist, þegar maður er kannski að byrja að prjóna þá er maður svona svolítið að finna bara út úr því hvað er sem að maður vill gera og það er náttúrulega fullt af alls konar sýnishornum líka, þú veist, af prjónuðu úr gatni og öllum sem hlutum sem að maður kannski áttast ekki alveg á að sé til og maður kannski hefði áhuga á, þannig að það er nóg að skoða og náttúrulega bara fullt af fólki til þess að spjalla við og sem að getur þá leiðbeint og hjálpað og svona. Og svo, einmitt, það sem að maður líka svolítið svona hidden element í þessu er að það mæta allir í svo geggjum prjónafötum. Er það? Já. Allir komið bestu peysu. Já, það er allir bara, þú veist, það er fólk að klára bara, ég er að klára þetta fyrir Garnival, eins og í fyrra það var eini geggjum buxum mást eftir því. Allavega, þú veist, það er alveg bara, þannig að það er líka, það er svo mikil innspó þar líka, sjá, þú veist, og það er alveg í lagi á svona hátíð að stoppa fólk bara segðu mér, hvaða garn notaður í þetta og hvernig, þú veist,
Það finnst öllum svo gaman öllum að finnst það geðveikt. þetta er bara frábær spurning þegar maður Já. er í ykkur sem maður gerir sjálfur bara. Þannig að ef maður er nýr, þá myndi ég jável meira svona horfa á þetta þannig, þú veist, Já. að skoða það sem að aðrir eru að gera. Já, Þetta er rosa, það er rosa svona hátíðastemning, sko, ok. finnst mér. Já, bara rosa svona góð stemning, þú veist, það er allir komnir þarna til þess að eiga góðan dag og hafa gaman og sinna áhugamálun sínu og allir sem eru þarna hafa sama eða sömu svipuð áhugamál. Einmitt. Þannig að þú veist, það er allir svolítið til í þetta. Já, einmitt. Og líka þú veist á kaffi og svona, þú veist, að það var bara setjast við borð hjá einhverjum og spjalla og prjóna eða hekla og þú veist, spyrja út í hvað þú ert að gera og svona, þú veist, það er alveg stemning þar líka í, Einmitt. þannig að fólk er bara að vera ekki feimið og bara Já, mæta og þóra að mæta. þóra að mæta, Já, dempa sér í þetta. Já, tölum ekki tímann að það að prjóna er svolítið sem þú gerir heima hjá upp í sófa. Þú veist, þú ert ekkert að þessu endur almannafæri, einhverjir jú, en langmest er prjónað í heimahúsum, Já. þú veist, og það var svo gaman að koma á svona staða sem allir aðrir eru líka í þessum litla leynilega klúbbi sem að þau veist ekki allir hverjir eru í, sko. einmitt. Nákvæmlega. Og sjá hvað aðrir eru að gera. Mér finnst það alltaf langskemmtilegast og maður fær mest að svona innblástur Já. af einmitt þegar maður sér bæði bara áferðliti og einhverju uppskriftir sem fólk er að gera. Og mér finnst líka svo ótrúlega gaman að sjá. Þannig er með 46 seljendur og það er einmitt, þið þurft að hafna einhverjum. Hvað eru margir af, hvað maður segja, aðstofa okkur með þetta áhugamál okkar. Að bjóða upp á vöru svo við getum stundað þetta áhugamál. Þetta er náttúrulega bara eitthvað rugl, sko, því eins og, þú veist, þegar við förum á garðnátíðir erlendis, það eru kannski aðeins fleiri seljendur, en þeir eru líka að koma frá allri Evrópu. Já, einmitt. Þetta er allt bara Á Íslandi. á Íslandi. Ég held samt sko, við fórum á Berlín 1 í haust. Ég held að Garnival sé stærra. Heldur það? Í ár, þá verðum við Já, stærri, held ég. Já. Það kom okkur smá óvart þegar við komum inn í salin þar, þá var svona bara, já, ok, við erum bara stærri. Þetta er bara svipað og við erum með heima. Já, og Já. það er gaman. Hafið þið fengið einhvern erlendan eða þetta er allt bara íslenskir seljendur? Enn Já, sem komið Enn sem komið er. Við höfum verið með nokkra svona erlend sem hafa verið að skoða að koma og það varð ekki af því. Nei. Aðeins að reyna að vinna einhverjum hann að veið einhvern. Já. Já, verður kannski næst. Já, en það flækir aðeins tollamálin. Já, ég skil. Þetta er náttúrulega að koma með garnið inn og erum með það óselt, sko. Já, það getur verið Þannig að það er svona, við erum ekki alveg búin að finna út úr því. Nei, emmitt. Enda? Nei. En Ég það er smá. svona, við vorum komnar hans langt þarna í fyrra með Já. einn aðla sem ætlaði að koma. Ok. En svo var þetta bara aðeins flóknar heldur kannski fólki tilbúi og það kannski einmitt hamlar að þetta sé einn dagur og þú veist, og fólk sem hefur ekki komið kannski átta sig ekki alveg á hvað þetta er stort. Já, emmitt. Já, það er góð punktur. Já. Og einmitt fara svona langt fyrir einmitt kannski einn dag, en ég menna virðist samt vera nóg af fólki. Já. Já. Og þú veist, og þeir sem eru að selja þarna eru yfirleitt bara hæstánæðir með þennan dag, sko. Það var ekki að koma 4. árið í röð nema að væri að ganga vel, held ég. Nei, ég held að það sé alveg ótvírætt að fólk þetta er alveg þessi virði fyrir seljendur að gera þetta, sko. Já, einmitt. Og þetta er alltaf á hverju ári í mars. Fyrsta sunnudaginn í mars. Það er bara sem svo þjóðatíð, maður veit alltaf hvað Bara helgin. alltaf, já. Alltaf sama helgin. Búin að stimpla okkur inn þarna. Ok. En nú eru þið búin að vera með, þetta var líka á sama staðu í fyrra, það ekki? Jú. Þetta er búið að vera á 2 stöðum. Þetta er í raunin alltaf í sama íþróttahúsinu, bara mismandi sal. Já, ok. Raunin þannig. Þetta í samkominsalunum þeirra fyrstu 2 árin Já, og svo núna í Körfuboltasal. og þetta er hérna hvað á völlunum? Já, veistu hvað Ásvallalag er? Nei. Þegar þú ert að keyra út á flugvöll Já, og keyrir í gegnum Hafnarfjörðinn, þá er Æslandir húsað next staðar vinstra megin já, og þetta er svona þar. Það er svona þetta er alveg stór íþróttahús já, nokkur, í sko. lykkjunni hana Þetta fyrir neðan. bakvið, já, ok, jú, ég held ég veit hvað þetta er. Já. Og við erum með heimasíðu sem er garnival.is Já. og þar erum við með kort beint á þetta og verðum með kort bæði, þú veist, hvernig maður ratar á staðinn og líka inn í salin og innan salsins og bara hvar eru hvaða seljendur og slis.
Já, þannig að maður getur séð þeim ef maður er að það mættur til að mæta hitta hérna, ég ætla að Já. hitta Heru í Flóð og Fjöru, Akkurat. þá getur séð á korti hvað Já. hún er. Þannig að það fyrir orðið svo stórt og þá, Já. við vorum ekkert með það fyrsta árið held ég, en núna er þetta algjört möst. Ok, Þannig að það bætist alltaf aðeins við. vá hvað það er gaman. Já. Ótrúlega skemmtilegt. Hvað finnst ykkur samt skemmtilegast við? Er eitthvað sem þið getið valið eitthvað eitt sem stendur upp úr við þennan dag? Ég held að sé eiginlega bara svona stemningin, hvað allir eru eitthvað glaðir. Já, bara hvað það gengur alltaf vel. Já. Bara hvað það er, bara eitthvað mikið, já, með stemningin. Hvað það er mikil gleði og bara hvað fólk nýtur þess að vera þarna, sko. Já. Já, það eru einhvern veginn allir glaðir með þetta. Eða allavega mín upplifun, þetta er rosa mikið gleði bara. Þið eru, nú er ég búin að vera að fylgjast með ykkur á Instagram. Þið eru að deila, en það er allir staðfestir, allir seljendur staðfestir. Eða Já. er Já. það, já, Það er allt staðfest sem við deilum, sem við fyrir út með. Já. já, já, þið eru bara svona að minna á. Já, við erum bara að setja núna bara tilkynninga það hverjir Já. eru hérna, verða á hátíðinni Já. sem að klára bara í dag að setja síðustu aðalana inn Mm og það er allt bara fólk sem er, já, Ok. staðfest. Hvernig eins og fyrir einhvern sem er kannski að hlusta og vissi ekki af þessu og myndi vilja sækjum á næsta ári, hvenær eru þið að óska eftir umsækjendum? Það er yfirleitt svona í október sem við setjum út sem sagt, nú erum við að byrja að leita, eða byrja að bjóða upp á plássin Já, og svo staðfestum við í nóvember og við söfnum saman öllum umsögnunum, svo förum við yfir þetta og svo eru bara stífar yfirferðir og fundir og svona sem við erum að reyna að ræða þessu saman. Rökræður og pælingar og... Já, mitt Já. Að því að sérstaklega þegar við höfum þurft að hafna fólki já, að þá náttúrulega vil maður líka passa svolítið, þú veist, að það sé, þú veist, sé góðar ástæður þá fyrir því eða þú veist, það sé allavega svona við séum eins sanngjarnar við getum verið og sem að raða hátíðinni saman þannig að það sé fjölbreytt úrval af söluaðlum þannig að hátíðin verði sem best já, og þó við höfum kannski hafnað einhverjum í ár þú veist að þá, þú veist, þýðir það ekki að við komum þessi ekki velkomin á næsta ári, þú veist, það er bara vegna fjölda. vegna fjölda, þú veist, að við þurfum einhvern veginn að svona reyna að já, vera sanngjarnar og kannski, þú veist, einhver sem kannski búin að vera í öll skiptin, þú veist, það kannski komið tími til að leyfa einhverjum öðrum Já. að koma að Mm þannig að það er ekkert gefið að fólk fái pláss og við höfum reynt svolítið líka að hafa þannig að, þú veist, að þeir sem að eru kannski meira, þú veist, í netsölu og svona sem er ekki, þú veist, þú hefur ekki alltaf tækifæri til þess að koma til að við séum þá allavega svona að reyna að gera þeim kleift að koma Já, en þetta eru líka, þú veist, líka fólk sem er með fasta sölustað og svo leiðist, þú veist, þetta er bara alls konar mix þannig En ég held að ég myndi benda fólki á að fylgjast með á garnival.is. Já. Þar er allavega gerði það í ári, ég býst ef við gerum það aftur og þá er umsóknar eyðublaðið þar já, en fylgjast með þarna eins og Þorbjörg segir á haustmánuðum. Við reynum að vera mjög tímalega í þessu vegna þess að ef að þú ert að fara á svona stóra hátíð og þú ert handlitari þá þarftu að lita með svolítið góðum fyrirvara. já, Þannig að það er ekkert að stökkva inn í janúar nema Nei. eitthvað breytist sko. einmitt. Og kannski bókagistingu og eitthvað svoleiðis sem fólk er að Já, koma langt að. já, og einhverjir fengir unni útluta pláss sem þurft að draga sig út af því að þeir bara lagastaðan okkar er ekki nógu mikil. Þú veist, Já. þannig að það hefur alveg breyst sko. Ok. Við erum alveg með fólk á biðlista. Já, það er svoleiðis. Já. Okay. En hefur fólk eitthvað verið að deila? Húst, er það eitthvað sem ég er bara að hugsa ef ykkur myndi vilja sækja á næsta ári og væri stressaður að fá ekki? Er ykkur sem hafa verið að deila bás? Já, sko, það eru einhverju básar til dæmis sem ég held að einn básin hjá okkur sem er 3 aðalum í ár en það er þá, þú veist, fólk þarf að sækja það þá, þú veist, strax í upphafi að við viljum líka passa upp á það, þú veist, að því að við erum að velja vandlega inn á hátíðina að, þú veist, ef að til dæmis, þú veist, einhver fær höfnun og vill deila bás með einhverjum öðrum og þá byrðum við líka fólk að láta okkur vita af því, þú veist, að því að við erum að velja að það sé ekki þá til dæmis þannig að sko, ef ég fæ bás fyrir gatni mitt og svo kemur bara Sigga vinkona mín með bollana sína eða eyrnalokkana sína eða eitthvað að ég sé þá ekki að, þú veist, ég sé ekki að taka þá ákvörðun þá sjálf sem söluaðili að, þú veist, hleypa einhverjum inn á básin minn, þú veist, því að við erum að útluta básunum fyrir eitthvað ákveðið Einmitt. og þú veist, ef söluaðili sem fæ til dæmis bás fyrir gatn treystir ekki til þess að vera með fullan básagatni þá viljum við frekar fá að velja hver það er sem kemur Já, með. þannig að hátíðin sé svona jafn kjúreitu og við viljum hafa hana Einmitt.
En sem sagt, já, það er bara, við auðlýsum eftir umsækjendum á samfélagsmiðlunum okkar og á heimasíðun okkar svona yfirleitt í október og svo útlutum við í nóvember. Já. Og þá hefur fólk tíma til þess að undirbúa sig og byggja upp lager og eða þarf að panta eitthvað utan eða búa eitthvað til að það sé það tími til þess. Smíða hillur. Já, fólk alveg að gera það. Já. Já, ok. Það er alveg Mikill metnaður í til dæmis eitt básinn í fyrra þar sem það voru sko búin að æfa sig að setja upp básinn sinn. Þetta að vera í bílskutnum heima og einnig búin að teipa stærðina á básnum út og voru svona að prófa hvernig það geti stilt honum upp til þess að það er mikill metnaður í þessu hjá fólki. Okay. Já, og fólk er að vanda sig við þannig að það sé gott flæði, gott aðgengi fyrir þá sem er að koma að kaupa og svona. Þannig að það er alveg, já, þetta er bara ótrúlega flott. Ég sá með einhverju umræði fyrir að þetta hefur verið svo fallegir básar að það er oft svo einmitt líka gaman að skoða þegar þetta lítur svona vel út. Svo leggur alveg metna í þetta sko. Til að koma með props. Já. Og fyrra þá vorum við ljósmyndara af því okkur langaði svo að ná bara myndum af þessu allir. Ok, vá, það er skemmtilegt. Já, og það er rosa gaman að skoða myndir af þessu. Og er það þá inn á heimasíðunni? Það er ykkur á nokkra inn á garnival.is og við höfum verið aðeins að mjalla að minna á Instagram og koma örgulega fleiri núna bara. Og fyrir þá sem ekki vita þá eru þið Garnival Yarn Festival. Yarn Festival. Garnival Yarn Festival. Já, en skemmtilegt. Mér finnst það ótrúlega skemmtilegt nafn. Já. Við vorum reynda líka svolítið að hugsa út í að það geti líka verið fólk sem talar ekki íslensku sem er að koma á svona. Já, einmitt. Það væri kannski fólk sem kemur jafnvel utan til þess að koma á hátíðina. Já. Þannig að við hefum svolítið svona verið að líka passa fólk finna okkur. Já, algjörlega. Þegar við tökum yfir heiminn. Ég meina þetta er alltaf að fara mjög vel að stað. Þetta er bara að verða mjög stórt. Það er einmitt að halda að kemur kannski max 200 og svo bara komið á 1500 á fyrstu 40 myndum. Það er ótrúlegt. Ég kemur manni samt ekki þannig óvart en ég get ímyndað mér fyrir skipulegendur og bara, wow. Já, við vorum alveg bara svona, erum við farin að þarfum við að hringja í slökkvilið megum við vera svona mörg inni það var alveg en svo voruð við mátuðum þannig í Haukaheimilinu í fyrra þegar við vorum að spjalla við þau hvað hefði komið margir að þá heldur þau hefði jafnvel farið svona 4000 rúmlega gegnum salin í fyrra en það er alltaf ekki allir inn í salinum í einu þetta er alltaf bara yfir daginn það sé tölvöru umferð það er ótrúlega mikið af fólki margir sem en finnst ykkur ekki meitt bara svona almennt að handavinnan, mér finnst það að vera einhvern veginn að koma sér að vaksa eða mér finnst fleiri og fleiri einhvern veginn að vera að koma inn í þetta núna eða er það bara sýnilegra á samfélagsmiðlum eða hvað? Ég held að samfélagsmiðla hjálpar rosa mikið til en ég held líka að þetta er búið að breyta svolítið þetta áhugamál svona gegnum tíðina að því einu sinni var þetta þannig að fólk var að reyna að búa til föt sem ódýrastan og hagkvæmastan hátt nú er fólk bara að kaupa eitthvað ruglagatt sem kostar bara ógeðslega mikið og þú ert að prjóna í peysu sem kostar miklu meira heldur en þú myndir nokkuð um að kaupa þetta í búð. Nákvæmlega. Og fólk er náttúrulega bara að trýta þetta meira sem bara áhugamál, alveg eins og til dæmis bara ef þú hefur áhuga á að vera í golfi. Já. Og þá er það bara dýrt áhugamál. Ef þú hefur áhuga á að vera í hestum, en þá dýrar áhugamál. Nákvæmlega. Ef þú hefur áhuga á að prjóna, en þá dýrar áhugamál. Getur alveg gert það ágætlega dýrar áhugamál. Grín, sko. Nei, það fólk allavega er farið að hugsa þetta allt öðruvísi. Þetta er ekki bara prjóna því það sé ódýrt. Það snýst ekki um það lengur. Þetta snýst um bara, ég ætla að njóta þess að gera eitthvað fyrir mig og ekki flíkina sem slíka heldur bara, ég er að prjóna því mér er gaman að prjóna. Einmitt. Ég held að þetta sé líka rosa góð svona mótvægi við asanum í samfélaginu, þú er mjög góð leið til þess að grípa ekki oft í síman. Ég til dæmis prenta yfirleitt alltaf út það sem ég er að prjóna ef ég er með uppskrift til þess að bara síminn sé bara allt annar staðar sko. Þannig að þetta er svo góð svona hugarró og ég held að fólk sé líka alveg svolítið að svona tengja við það. Já, ég er sammála því. Ég held að þetta er bara besta sem ég gerir fyrir minna hugarró að bara til að ná mér niður eftir daginn sko. Algjörlega. Ég meina, ég vinn líka til þess þannig vinnu að ég er kannski að tala við fólk allan daginn, mikið á fundum og svona og gengur rosa mikið á yfir daginn og svona mikið hasar og mér finnst bara að komast heim, setjast í sófan, prjóna, sjá eitthvað verða til, ég framleiði eitthvað, sem að svona, það gerir eitthvað annað fyrir mig. Já. Að það er einhvern veginn svona einhver, því að þú spyrir mér til dæmis í dag, hvað gerður í vinnunni? Ég get ekki alveg sagt þér það, en ég var á fullu allan daginn. Einmitt. En ég er ekki með neina svona
vöru eftir það, ég framleiti ekki eitthvað hlut. Einmitt. Þannig að mér finnst oft svolítið svona að sjá eitthvað verða til og fá að vera pínu svona skapandi og svo ég bara að hugsa bara að heyrðu, þú veist, að ég skipta hérna yfir í þennan lit eða þú veist, að ég hafa þessa liti saman og það er eitthvað svona þetta er svolítið svona að snerta gras. Já, þetta er eitthvað svona önnur tenging. Þetta er bæði sjónrænt, þetta er þú finnur áferðina, þú veist að sjá þetta verða til og þú settir saman litina og valdir og svo sérðu eitthvað í þessu. Það er svo gaman. Ég er bara sjálf í speglinum sko. Já, nákvæmlega. Mér finnst það að máta áður maður gengur frá endanum, það er alltaf alveg bara svona ég gerði þetta. Já, það er svo gaman. Ég er mér sér prjónastundur hluti sem ég ætla ekki að vera í og ætla ekki neinum að vera í, bara því mér langar til þess að prjóna hlutin. Já. Þú veist, ég til dæmis sjál sem er hún í skúfu sem að það er enginn að fara að nota það efer, af því litirnir eru bara eitthvað algjörlega út í, bara eru, þú veist, þannig að ég myndi aldrei nota það sjálf. En mér langaði samt þess að prjóna úr þessum litum og mér langaði þess að prjóna þetta verkefni og svona. Þannig að ég gerði það að því það snýrist meira veist, aðgerðin að prjóna. Eða, veist, það heldur en og allt sem því fylgir heldur en þú veist, að ég væri endilega að búa til eitthvað rosalega nýtju hlut. Já, einmitt. Svo prjóna ég líka fullt af peysun sem ég er í alltaf daga og bara, þú veist, en þetta er miklu svona, ég held að það sé búið að breyta svolítið frá því sem kannski, þú veist, þegar amma var að prjóna, hvernig, þú veist, hvernig hún hugsaði það versus hvernig ég hugsaði það í dag, sko. Einmitt, allt hefur svona ákveðin tilgang, en núna, já, ég held að sé alveg, að því ég til dæmis finn rosalega, þegar það er búið að vera rosalega mikið að gera og bara í lífinu, þá langar manni bara að koma heim og mann langar bara að prjóna. Mér langar ekki að vera að læra eitthvað nýtt eða hugsa eitthvað rosalega mikið, lesa eitthvað flokkna uppskrift, að þá finnst mér rosalega gott bara að ég byrja bara ofta að prjóna bara búk á lopapeysu án þess að spá í því, að það getur líka eða svo mismundi hvað maður þarf hverju sinni einhvern veginn, horfir á ég horfi kannski meira á þetta sem ég vil að bæði áhugamál en líka bara svona, ég þarf að ná mig niður eftir daginn. Já, þetta er það alveg líka og svo finnst mér líka bara að það að koma við þessar, þú veist, trefjablæti mitt er bara, þú veist, það er ekkert grín, nei, af því að þú veist, þegar ég var að prjóna og lopa þá það er gott að blessa það sjálfur sér en það er eitthvað alveg annað þegar þú komið með þú veist, þessar trefja sem eru mýgri og það er að gera eitthvað meira fyrir mig, þú veist, og svo Þorbjörg sér komið gras, þetta tengi mig einhvern veginn öðruvísi, sko, og það er alveg orðið þannig í vinnunni hjá mér núna að að teki eftir því ef ég er eitthvað pirruð bara, ert þú ekki nóg mikill öll í dag, þú veist, þarfst þú ekki bara að fara í eitthvað merinópeysu núna Ásla mín, þú veist, ef ég inn í knús. Já, að það er alveg orðið, þú veist, já og ég fór í gegnum veikindatímabil líka og ég áttaði maður því að bara hluta því að, þú veist, ég var að fara inn á spítala að taka með mig bara eitthvað prjónadót sem bara gott að koma við, það bara róaði mig, það bara róa taugakerfið og mér finnst það bara rosalega ljúft og gott, sko. Og ég hef líka alveg keypt garn sem ég veit ekkert hvað ég ætla að gera við, en bara svo fallegt garn og það er svo mjúkt og það er svo, þú veist, þetta bara, það bara er í sínu hreinasta, tærasta, fullkomnasta formi í þessari hespu þarna. Já. En já, þannig að mér finnst það svo margar hliðar á þessu sem ég nýt alveg í botn, sko. Já, það er maður er með bara garnskápin eða hilluna eða hvað sem eða kassan eða eitthvað og svo gaman þetta, maður fer út og ég kaup oft kannski, maður hugsa svona 8-9 dokkur það ætti að duga í eitthvað peysu eða eitthvað og svo kannski jafnvel ári setna finnum maður eitthvað, heyrðu, þetta alltaf þetta er svona annað áhugamál eins og bara að kaupa garni að því það er svo mjúkt. Ég hef keypt eina svona dokku bara því hún er svo mjúk. Já. Það er frá Nina Kristínu í Vatnsnes. Já. Það er mér, ég satt inn í prjónabúðu og ég horfði svo lengi á hana og ég bara, hún verður að koma heim með mér. Já. Það var ótrúlega skrítið en svo veit ég hana en það var komið 2 ár síðan, ég veit ekkert hvað ég ætla að gera við hana en það kemur eitthvað einn daginn, kannski finn ég eitthvað á Garnivals, þetta er eitthvað svona móherr þráður, ég kann ekki að prjóna móherr kannski finn ég eitthvað að prjóna með þessu núna. Alveg pottitt. Það er nóg úrval. Já, það verður nóg úrval, sko. Og líka þessar fallegu eru bara fallegar upp á vegg í stofunni, sko. Já. Setta upp í hillu bara og ángríns. Njóta litana. Mér vantar svona opnaðar hillur þar sem maður er að raða garninu fallegu. Það er já, ég hlakka mikið að koma að skoða á mig og koma við. Það er, að því eins og þú segir, ég er bara í lopanum og ég veit alveg að hann er ekkert að þælast alltaf að koma við, sko. Og ég fæ alltaf svona brunasár á puttana því ég prjóna svo fast.
Þannig að ég er næstuðið fyrir að koma með sig. Þannig að ég kannski, ég þarf að fara að pröfa eitthvað. Ef við skulum ekki tala illum íslenska lopan, Nei, hann er dásamlegur, hann er alltaf sko. bara allt í sitt, Og bara, hann er bara það sem hann er. En Já. svo er til margt annað. Já, Og eins og kannski fyrir börn. Mér langar nefnilega rosalega að finna eitthvað garn sem ég get sett í uppskriftina mína sem staðgengil ef fólk getur ekki lopan. Já. Þannig að þá þarf ég svolítið að fara út í djúpulaugin og finna hvað prófa garn á og það bara að vera. og prófa að prjóna úr því og skoða og sjá hvað gerist, hvernig er það þegar þú ert búin að þóða og... Einmitt. Já, ég þarf að fara að lesa. Spennandi í rannsóknum mínu. Já, bara mjög gaman. En núna þegar þið eru búin að skipta svo svona upp, nú er til dæmis þegar maður vill kannski setjast niður og prjóna, ég ætla að vil hafa svona notalegt og kannski næði. Hvernig er kaffihúsi? Eru mikið læti eða hvernig er eins og ef maður mætir þarna með vinkonu allar setjast niður á kaffihúsinu? Já, við eiginlega höfum alltaf komið inn á kaffihúsi. Nei, það er alltaf fullt af fólki þarna. Já. En það er alltaf þetta fullt af fólki að tala saman og svona. En bara gaman að fara að setjast inn, sko. Já. Það eru alveg dúkar á borðum. Já. Til Já. dæmis, okkur finnst Það alveg atrið það sé næs að setjast þarna niður. Já. En við, á sama tíma við stjórnum því ekki lengur. Það Nei, er einmitt. bara einhver annar sem sér um þetta Já. og við látum það alveg vita, þú veist að eitthvað geti verið góð hugmynd eða eitthvað sem við sjáum fyrir okkur að geti, þú veist, verið, já, gott múf. Mhm. En það er svolítið þeirra bara. Já, en eins og þið segið, þá er það svo sem, þetta er bara stemmari, þetta er kannski ekki þessi notalegi tilfinning sem maður þekkir í sófanum á kvöldin, heldur er þetta meira svona, Þetta er karneval. já, Þú veist, þetta er meira, það er já, Þetta er hátíð. emmitt, Þannig að til að fara að sósilæsa og Já. já, akkurat í þeim tilgangi. Já. Já. bara engin kandifloss í móherið þitt. Nei, nei, emmitt, En alltaf því. ok, spennandi. Hvað haldið að fólk sé svona meðal einstaklingurinn sé kannski lengi? Hvað þarf maður að gera svona, ef ég ætla að kíkja, hvað á ég áætla löngum tíma? Það er rosalega einstaklisbundið held ég. Það er svolítið eftir því hvort þú ætlar að sitja á kaffihúsinu eða ekki. Já, en er öll í gegn. Auðvitað náttúrulega, ef maður kemur hann í byrjun, þá kannski tekur það lengri tíma heldur en ef maður kemur klukkan Já. 3, en svona, Ég held ég myndi alltaf gera ráð fyrir svona kannski 1,5–2 tímum, sko. Svona Já. eiginlega lágmark held ég. Já, held að sko, klukkutími það er cutting it, sko. Já. Það er alveg, En það fyrir náttúrulega líka bara svolítið eftir, þú veist, hvað fólk vil, þú veist, vera að skoða mikið og eða velja, eða þú veist, hvað það er að gera. Ég myndi það er náttúrulega hægt að fara og labba þarna í gegn á, þú veist, korteri, sko, þú vilt bara sjá, þú veist, vilt bara sjá salinn, en Einmitt, þú einmitt. skoðar þá ekkert á því korteri, sko. fyrsta manneskjan sem labbaði út af fyrsta karneval, labbaði út eftir 2 mínútur. Nú, Og ég var bara, er allt í lægi, þú veist, Já. hvað kviknaði í eða hvað gerðist, skilur. Og hún alveg bara, nei, ég er búin. Og ég alveg, ha? Já, sjáðu, þá var hún búin að kaupa garn fyrir 20.000. Já, á bara á tveim- núllinu. ok, Og þá var hún bara búin að ákvæða í hvað hún ætlaði að kaupa, vissi nákvæmlega hvað hún ætlaði að kaupa mikið. Þetta var bara spurning um rétta litin eða eitthvað svo leið, sko. Svo hún var bara í veiðiferð. já, Svo var hún bara búin, þú veist. ok, Þannig að það er líka svolítið eftir, þú veist, hvaða mindset ertu, þú ert náttúrulega að spyrja núna fólk sem er að koma bara og skoða og Já. þá skaltu bara gefa þér góðan tíma og raunin bara, hvað viltu eða miklum tíma í að leika þér í þessu, skilur við, menna, já, hvað tekur langan tíma í húsdýragarðinum, það bara fer eftir því hvað er langar að skoða mikið, skilur við. emmitt, En svo getur, þú sumir alveg bara eru með mission já, og fara þá bara ég ætla að skoða þennan og þennan og þennan bás og svo er ég búin. ok, En svo er líka, þú veist, fullt sem að fólk hefur aldrei séð áður, þú veist, það er alls konar töskur og veski og alls konar svona prjóna fylgihluti líka sem að, þú veist, já, sem er ekkit endilega til sölu í búðum, þannig að, gaman Nei, að, einmitt. gaman að skoða og sjá, Mhm. þú veist, hvað er í búðu og svona. já, þannig að gæti mér verið vanta nýja svona verkefnatösku, maður geti fundið kannski eitthvað svo leiðis þarna. Já, Alveg alveg pottet. fullt, sko, Ok, alls konar. þannig að ég er ekki með neitt plan, ég ætla bara að fara að skoða, þannig að þá er ég örugglega, ég fór í Mara daginn, ég held ég að verið 45 mínútur, ég keypti ekki neitt, en ég skoðaði helling. Já, ef þú ert 45 minnir í Mara, þá skaltu bara mæta snemma. Já, Ekki á Maró, en þú veist, þetta Nei, er bara, nei. með það er ein búð, skilur við. nákvæmlega, það er ein búð sem Já. maður var alveg bara, og líka ef maður er kannski ekki með mission eða veit ekki alveg hver maður á að byrja, þá er þetta svo mikið, en þá kannski ég mitt fínt að
að koma við allt að skoða, mér finnst það bara svo erfitt þegar það er Já. svo mikið úrval. Og líka bara ekki ofhugsa þú ert ekki að Nei. missa af neinu. Nei, Þetta er bara gart. Og maður getur líka farið með, og ég ætla klárlega, ástæðan fyrir liturinn sem ég vildi ekki var ekki til, hann ætti að vera komið núna held ég, en maður getur líka með farið og komið við gatnið og keypta svo jafnvel á netinu setna ef maður Já. vill hugsa málið eða Já. eitthvað svoleiðis. Þetta er svona Já. líka kannski til að koma við. Algjörlega, ég var alveg farið á söluðala og ekki haft í rauninni tíma til að býða eftir afgreiðslu í rauninni, Já. en ég hef séð bara, já ok, þessi litur er svona, já, og kannski hef ég verið með eitthvað annað sem ég er að leita lit inn í eitthvað palettu eða eitthvað þannig, að geta þá bara að skoða á básnum og haft svo bara samband setna, eða það hefur verið til á einhverju beysi sem ég vil fá eitthvað annað beys eða eitthvað þannig, að panta svo bara í framhaldinu og nota þetta sem, þetta er í rauninni þetta er svo hakkuð svo að taka allan rúndin allt internetið. Já, nákvæmlega. Bara þarna í 220 eitt síti og hérna og þá ertu svo miklu veistu hvað þú vilt svolítið meira í framhaldinu. Þegar maður er búin að sjá þetta allt svona hlið við hlið að því að það er svo mikið úrval maður veit kannski ekki hvar maður að byrja, þarna sér maður allt svona saman stað, getur komið og svona kannski búið saman. Og náttúrulega slepp við sendingakostnaðinn, þú veist að því að margar af þessum verslunum minnum bara á netinu og þá þarftu að láta senda þér en þú slepp líka við tíman og Já. getur farið beint heim á prjóna eða á kaffihúsið. En það getur verið sterkuleikur að vera aðeins búin að hugsa hvað ætla ég að kaupa í og svoleiðis, hvað vantar mig mikið og hvað, þú veist, annarkvort að setja upp budget eða, þú veist, eða vera með planum hvaða verkefni ætla að prjóna í, eða, þú veist, að því annars getur þetta verið svolítið mikið, bara yfirþyrmandi og svo labbar út með. Mér finnst alltaf best að fara ekki með neitt plan. Já. Og kaupa það sem ég sé. Það er að því þú ert alltaf á bakvið bás alla karnival, Þorbjörg. Ég veit. Veskið þitt er ekki jafnmikli snar hættu og mitt. Nei, ég er nú meira á hinum hátíðum sem við hefum farið á og það hef ég stundum bara, ég komið stundum heim með, það er endur hinn hliðin á því, ég kannski komið heim með, þú veist, fulla tösku af einhverju dóti sem ég bara, ég ætlaði að gera peysu þessu, hefði það ekki þurft að kaupa fleiri hespur. Það er ég bara búin að kaupa eitthvað sem ég vist fallegt og svona bara, ég kaupi bara 2 svona og 1 svona og svo er ég bara ég er nú alveg heil kona, ég þarf nú alveg hérna. Með gatni frá Lelís sem ég var alveg bara, þú keftir meira af og ég var alveg, get ég keft af þér af því að mig vantar í heila peysu mín megin. Ég kefti hespur í þegar fórum til Barcelona á gatnati þar og kefti fleiri hespur á sama söluaðala í Berlín því ég hafði ekki keft nóg í peysu. Ég gæti bætt á. Nei, ég kefti þá hafði ég keft einhverja liti sem ég hafði samt ekki hugsað meira þegar ég kefti uppalega hafði ég keft einhverja liti sem eru meira svona eitthvað kannski munstubekka eitthvað og svo fór ég kefti svona grunnlit til þess að bætti því við þannig að það væri þá á sama gatninu. Það var eitthvað svona ull og jakuksa silki blanda einhver svona sem er ekki eitthvað sem ég finn bara eitthvað Já, og það er svolítið við okkur langar ósað mikið að fá meira eitthvað svona á karnival, eitthvað svona allt aðra trefjar er líka gaman að þú veist hvað er mikil fjölbreytni í þessu að það er að finna alls konar. Já, svo finnst mér þetta líka aðeins fólk hafa verið svolítið svona að taka inn í að grunna til þess að koma með á karnival, til þess að vera með eitthvað nýtt. Já, mér finnst ég að hafa séð svolítið það á Instagram. En Þorbjörg, þú ert að fara að vera með bás á karnival, eða ekki? Já, við erum hérna með 2 Dayafíl, ég og Margrét María og við erum að handlita gatt bara okkur til skemmtunar og svona, þetta vorum að grínast með það fyrst þegar við vorum að byrja að handlita hvort við ættum ekki að búa til brand og selja það bara og eitthvað svona og svo hlófum við bara rosa mikið því við höfum nóg annað að gera þannig en við erum með þetta handlitara brand sem er bara við lítum bara það sem okkur langar til þess að lita og litirnir eru ekkert endilega til aftur af því að við nennum ekki að skrifa uppskriftir af því að við erum bara að njóta okkar og hafa gaman þannig að allir litirnir okkar heiti eitthvað svona today I feel happy eða today I feel excited eða eitthvað svona Já, þannig að við erum svolítið að lita bara svona eftir tilfinningu og hvað okkur langar að gera og gerum svolítið út af það að þetta er bara svona svolítið random eða þú veist bara svona það sem okkur langar að gera í þessari litun þá er það sem litast þannig að ef fólk sér eitthvað sem þeir líst á þá bara borgar sig að kaupa þegar það sér það af því að það er ekki líst að vera til næst þannig og náttúrulega eðli handlitun er náttúrulega þannig að maður litar aldrei nákvæmlega sama litin þó maður sé að lita eftir uppskrift það getur verið munur milli lota og svona þannig að það borgar sig náttúrulega bara almennt með handlitagatn að reyna að kaupa nóg í verkefni sem maður ætlar að gera
en við tökum þetta svolítið bara því þetta áhugamál og við erum að gera þetta okkur til skemmtunar eins og við erum að gera karneval okkur til skemmtunar svolítið að keyra á því að skemmta okkur sjálfum og aðri njóta kannski góðs af. Og svo náttúrulega erum við bara rosa mikla prjónakonu sjálfar þannig að við leggjum svolítið mikið upp í að vera með góða grunna þannig að því að það að lita gatna þetta náttúrulega svolítið mikil vinna ofan á sjálfgatnið. Það fyrir alveg mikil vinna í hverja einustu hespu og það ekki bara liturinn heldur, það bara allt, þvogatni, ganga frá því, setja það upp í hespu, merkja það og mæta svo ykkur að selja það. Þetta alveg hver og ein hespa, það fyrir svolítið mikil handavinna í hana. Þannig að það bara mjög mikilvægt að grunnurinn sé góður, þannig að við séum ekki að lita á eitthvað drasl. Þannig að við leggjum mikið upp á því að vera bara með hágæða gatn og svo erum við alltaf aðeins að bæta við bættum við nýjum grunnum fyrir karneval í fyrra, verðum með nýja grunna á karneval í ár. En svo erum við alltaf með þetta svona basic, merinogatn og sokkagatn og móher, svona erum við alltaf með. Fyrra bættum við jakgatni sem blanda af jakuksa, ull og silki og svo bara vorum við með hreint silkigatn líka og í ár ætlum við að vera með eitthvað nýtt sem kemur í ljós. Spennandi. Þetta það sem ég var með á prjónunum alpaka silki. Og þegar þú talar grunn, það þá típan af hvers konar garn þetta er? Já. Þannig að við erum til dæmis með við erum til dæmis með gatt sem heitir singles gatt sem er 100% merino og þá þráðurinn svona einspinna, svolítið eins og einband nema bara miklu mýkra, þannig að þú sér það ekki svona, maður sér oft svona snúning í gatni sem þá kannski úr 4 þráðum saman, en þetta svona alveg mjúkt. Svo erum við með sokkagatt sem er blanda af merino og næloni og það svona snúið, þá nælonstyrking til þess að sé hægt að prjóna sokka úr því, en það er samt ennþá rosalega mjúkt. Þá er það annað base. Annað base, en það er annar grunnur. Og svo til dæmis eins og móhergrunnurinn, þá ertu með 72% móher og 28% silki. Þá er það grunnurinn sem við svo litum ofan á. Þannig þetta er svona mismunandi samsetningar. Einmitt. En svo ekki líka hægt að nota alla þessa þræði jafnvel saman? Já. Svo til dæmis ég prjóna mikið úr merino og móher saman. Þá var maður með svona, þykkari heldur en að maður að prjóna til þess bara úr móheri. Þá var maður með þykkari peysu sem samt ennþá með þessari móher áferð. Það var ljúft. Já. Og svo ef þú ert með eins og alpaka, silki eða eitthvað, þá svona leggst efnið allt öðruvísi heldur en að þú ert með léttar og meira fluffy garn. Þannig að það er líka alveg stúdíu út af fyrir sig, hvernig efnið verður sem prjónast úr þessu. Þannig að þetta er alveg bara, það er þetta skemmta sér, það er þetta að vera lengi að grúska á stúdíu þetta. Já, þarna er ég mitt alveg bara, ég veit ekki hvar ég á að byrja, En þú ert núna með, hvað er þetta, klútur eða sjal? Þetta er sjal. Hvað er til dæmis það sem er hérna á endan? Úr hverju er það? Þetta er móher í aðrinum. Þá bara móher? Já, það ekki. Þorberg prjónaði þetta nefnilega. Tvöfalt móher. Já, það getur verið. Og svo er þetta það er svona yrjótgarn sem er í grunninn í sjalinu og það er eitthvað svona túdegja fílgarn sem það lituð einu svona og nenni ekki lita aftur að það var særfitt. Og ógslafall, ég fær svo hrós fyrir þetta hvert sem ég fer og ég bara svona, þetta er uník, ótrúlega uník. Og það er líka, ég ætla að koma aðeins inn á það einmitt, því að þess að ég sagði kannski upp að við erum svolítið ólík og við veljum okkar eigin liti og þegar ég byrjaði í þessu svona handlita, vera svona, skoða það svolítið, að þá ætlaði ég að augra sjálfur mér, kaupa ykkur að liti sem væri svolítið svona aðeins öðruvísi og ég væri kannski ekki að nota venjulega og það var algjört klúður. Maður á bara að vera sannur og trúr sjálfum sér, velja litina sem manni finnst flottir og þá kemur, þá fær maður líka flíkina sem maður fílar sjálfur, bara alveg hiklaust og það er alveg, okkur finnst það svolítið gaman, mér finnst það, við erum 6 í þessum hóp og það er alveg bara, sumar eru gular, sumar eru grænar og sumar eru bláar og aðrar eru brúnar og hinn eru bleikar og það er bara, við vitum bara nákvæmlega hvaða nöfn þetta eru, skilur. Og en svo fer maður einmitt á garnhátíð og maður kaupir eitthvað og er að prófa eitthvað nýtt og eitthvað svona. Og eitt sem við höfum gert núna tvisvar sem er algjör snillt, að það er að vera með garnbíti. Og það er, af því maður kaupir kannski eitthvað dokku og svo bara einhvern veginn fær hún enga ást. Og þetta daga bara uppi og maður er einhvern veginn, ég er aldrei að fara að vera neitt úr þessu hjá mér og maður svona hálfgefst upp og þá maður með samviskubiti við því að ég alltaf mikið garn, samt langar maður ekki til að prjóna hún einu sem maður á. Og þá hófa maður
saman góðum gartvinkunum allar mæta með sem sagt úr stassinu sínu gart sem að þær eru búin að gefast upp á og þegar maður horfir á gartni sem maður leggur í nýta púk þá er maður bara, þetta er svo mikið rusl þetta er svo mikið bara einhverju afgangar og eitthvað allar gera þetta, leggjum þetta bara við höfum legt þetta bara svona í gluggakistuna eitthvað og þannig að þá ertu með svona þetta sem þú komst með sinnum 6 frá hinum 5 líka og svo byrjar svo sem að hýsir gestgjafinn, hún fer og má velja sér eina dokku úr púkinu og segjum að ég velji þá fyrstu dokkuna og Þorbjörg kom með hana, þá má Þorbjörg velja næstu dokku og hún velur kannski eitthvað frá Brynju og þá velur Brynja næst og hún velur eitthvað frá Margréti og svo framvegis og þannig tryggir það svona, það verður að semja þannig að þú færði jafn marga dokkur og þú komst með einhvern veginn, en það er ekki, við skiptust ekkit endilega á. Vá, hvað þetta er ótrúlega skemmtilegt. Og þetta er svo gaman. Þetta er ótrúlega gaman. Af því svo labba maður heim með nákvæmlega jafn marga dokkur og þú komst inn með og ert bara því líka gullið, ertu vissum og tímar að láta þetta og maður er alveg bara, þannig þetta er ótrúlega góð leið til þess að láta garnstassi sitt verða bara að því líku verðmyndunum. Mér finnst þetta ógeðslega gaman. Mjög skemmtilegu leikur. Já. Og svo er náttúrulega alltaf líka, maður sér svona, maður er bara, Áslaug, þitt er gatni hérna. Já, bara blái liturinn. Maður sér bara, Brynja, þetta er hérna fyrir þig, þetta er brynjulegt. Já, maður sér alveg, einmitt, ég ætla að koma með þennan fyrir Arndísi. Ég veit að hún er að fara að taka þann, og það er bara fínt. Já. Vá, hvað þetta er fullkomin lausn við að gatnið einmitt safnast ekki bara saman hann í skáp og verði ekki neinu, heldur fáum einmitt geti fengið eitthvað nýtt líf hjá okkur öðrum. Já, bara einmitt, ekki, þó maður kaupið það og það einhvern veginn varð ekki úr því, bara láta það gefa því framhaldslíf, sko. En svo er það kannski líka búið að þjóna sínu tilgangi fyrir mann, ég kaupi eitthvað gatt sem að mér finnst eitthvað æðislegt einhvers staðar og bara rosa spennt í kaupið og svona og ég er búin að fá gleðin út í því. Ég er búin að gleðjast yfir því, ég er búin að kreista það oft og búin að horfa oft á það og hugsa hvað ég ætla að gera við það eitthvað svona og svo einhvern veginn er það orðið, gamalt inn í skáp og svo bara fyrir Áslaug með það heim og gera eitthvað geðvægt við það. Og þá er ég bara búin að fá það sem ég ætlaði að fá út úr því, og svo fer ég bara heim með eitthvað annað. Og svo finnst mér eins og það, því að ég látið eitthvað svona sem að Brynja tekur og gerir það eitthvað í sjali og maður er alveg bara, vá hvað þetta er flott hjá hann og þá samgleist ég þessu. Það er svo, maður er einhvern veginn svona, yes, þetta var það einhverju. Svona eins og maður eigi smá í því þótt maður hafi ekki prjónað einu einstu lykki. Og sko, já, og einmitt, það er ekki að því mér langi sjalið, heldur bara svona, vá, þetta var, þetta hérna. Bara þetta var inn í skáp hjá mér í 3 ár. Já, nú er það bara óslega flott. Já, þannig að já, það er svona, mér finnst þetta mjög gott. Já, ef að mæli með því að prjónaklúbar landsins gerir þetta fyrir Stassi sem er inn í skáp. Heyrði, tæknin var eitthvað að stríða mér og tók ekki upp síðustu 12 mínúturnar að spjallinu okkar. Þannig að ég ætla bara að fá að segja ykkur aðeins frá því sem við spjallum hann í restina. Þá fórum við yfir fasta liðin okkar og það var svo skemmtilegt bæði þar sem þær voru með á prjónunum. Þorbjörg var svo æst í að prjófa, hún var nýbúin að lita alpaka silkart sem hún ætlar að vera með á Garnival með Today Feel og hún tók það einmitt með sér bara blautt heim kvöldi áður og setti á opnin til að byrja prjóna úr því, smá rakt en þá en ótrúlega sæt samfélag sem hún er að prjóna og ætlar að vera með tilbúna á Garnival til sýnis og ég hlakka sjúklega til að sjá hvernig hún kemur út hjá henni og Áslaug hún var að prjóna buxur á mannin sinn, það var svo skemmtilegt hvernig hún sagði frá því leiðilegt að það hafi ekki tekist upp en þannig að hún ætla ekki að vera með það á Garnival en það var svo mjög áhugavert og skemmtilegt að heyra öðruvísu verkefni en við tókum myndir af verkefnunum þannig að við setjum það inn á póstun okkar en við Tinna viljum bara aftur þakka Áslaugu og Þorbjörgu kærlega fyrir að koma í viðtal til okkar og segja ykkur hans frá Garnival var virkilega gaman að heyra bæði bara hvernig Garnival hugmyndin var til og okkur finnst svo gaman að heyra hvað það er að taka öllu feedbacki og alltaf að reyna að gera hátíðina betri og betri og bara því líka gerseminn sem þessi hátíð er fyrir okkur prjónafólk og bara handavinnufólk á Íslandi. Þetta er alls ekki sjálfgefið að það sé í boði svona flott og vel ílátin hátíð á Íslandi og hvað þá frítt. Þannig að við bara mælum með að allir kíki bæði inn á Garnival í Yarn Festival á Instagram eða garnival.is og þar er allar upplýsingar hátíðina. Og eins og kom fram í þættinum áðan, þá er hátíðin haldin sunnudaginn 1. mars í Ásvallahöllinni í Hafnarfirði og það verður opið milli 12 og 5 og það er frítt inn.
þannig að 46 básar með mismundi seljendum og bara óendalega mikið úrval af bæði garni og alls konar handaveru tengdu, hvað maður segja, góð gæti. Þannig að við bara hvetjum alla sem hafa tök og áhuga á að mæta og hlökkum bara til að sjá sem flesta. Og enn og aftur þá þökkum við Áslaugu og Þorbjörgu kærlega fyrir að gefa sér tíma og koma og spjalla við okkur og segja okkur aðeins betur frá þessari hátíð. Þannig að bara takk kærlega fyrir að hlusta á þáttinn og góða skemmtun á Garníval.